Hérna erum við með æfingapróf, það kallað próf 2 eða seinna annað skyndipróf það kallað og það hérna frá 2015 eða ekki. Ok, hérna höfum við rás það sem raunviðnám, það þetta hérna efsta, spóla og hún raðtengt við raunviðnámið. Og þið sjáu þetta jafngildismyndin hérna, þessi. Og afl spólunnar 9 vött og þess vegna ef það afl gefið fyrir einhverja spólu þá getum við reiknað út raunviðnám, allt raunviðnám spólunnar. Ok? Heildarspenna rásanum 230 volt, spenna yfir spóluna 180 volt og spenna yfir raunviðnámið 126,4 volt, tíðnin 50 Hz, þannig að þetta riðspenna. Og við erum að risa upp spennuvektormynd fyrir rásina og til þess að finna, sem sagt, sjáum þið hér hérna reiknað út vegna þess að aflið gefið í spólunni, þá getum við strax fundið út fasvik spólunar. Og sem sagt segjum þá 9 vöttin deilt með sýndaraflinu U sinnum I, straumur sinnum spenna í spólunar og það 0,1 cos-phi og síðan fáum við hornið af því 84,26 gráður. Og hérna raunaflið, það ágætt líka að finna raunaflið í viðnáminu. Það spennufallið í viðnámið og sinnum straumurinn. Þá höfum við raunaflið líka í viðnáminu. Gott að safna svona upplýsingum saman. Þegar við byggja þetta upp. Síðan, náum við þessu öllu, já, á einni mynd. Já, þetta fyrir inn á neti. Og þá þetta náttúrulega, þetta nákvæm vektormynd, en það var bara að tala um það rissa hana upp sem sagt, spennuvektormynd. Þegar við hornið, þá getum við skipt heildarspennu spólunnar sem 180 volt í raunhluta og launhluta. Þannig að raunhlutin 18 volt og launhlutin, þessi beinalína hérna, 90 gráður frá straumnum, hún tæplega 180, hún 179 volt. Þannig að hornið svo stórt, 84,26 gráður. Síðan bætist við spennan yfir raunviðnámið hérna. Frá endanum á vektor raunspennunar yfir spóluna og út hérna. Og það sem sagt síðan getum við fundið hérna eins og var búið að reikna hérna fyrir ofan sýndarafl spólunar, sem sagt SL, það var spenna spólunar sinnum straumurinn, 90 volt ampere og það sýndaraflið. Síðan hve hátt sýndarviðnámsspólunar, þá það spenna deilt með straum, það 360 ohm, þið voru konið það og síðan reikna heildarraunviðnám í spólunni, þá 9 vöttin deilt með straumnum í öðru veldi. Munið þið alltaf að hafa þessa formúlu í huga, að taka hana með ykkur í heila búið, því að þessa formúlu erum við mjög mikið að nota í þessum áfanga. Það ekki formúlublaðið? Ekki alltaf, en ég skal athuga það að hérna komin þar fyrir. Já, hún lætur alltaf bara vera. Það mjög líklegt að hún sé þar ef að formúluhringurinn þar. En það ekkert víst að þið finnið hana í formúluhringnum. Formúluhringurinn ekki svona? Nei, það ekki alltaf kannski. En ok. Lærður hann ekki að prófa hana? Ég ekki viss, ég þarf að gáða því. Ég get reynt að segja ykkur á eftir. Hver raunaflsstuðullinn í spólunni? Jú, við vorum búin að gera þetta áður. Ég hef búin að sýna ykkur þetta áður. 9 vöttin deilt með S-inu, 90 voltamperum, 0,1. Og síðan hve mikið fasvik í spólunni. 84,26, það sett hérna. Hve hátt launviðnámið í spólunni? Það þá sínusinn af horninu spólunar, sinnum seta í spólunni, sem við reiknum út áður, 360 ohm. Nei, það sennilega ekki verið búið. Þannig við verðum að taka, sjáu þið hérna, við verðum að taka Y-liðin á undan.
Það var ekkert búið að finna út hérna, býtu, ZL. Býtu, Til þess að reikna XL. til þess að reikna XL, jú, 360 ohm, jú, við vorum búin að gera það hérna. Hvað hátt er sýnda viðnám í spólunni? 360 ohm, það er leið. Þannig að við getum fundið út sem sagt XL-ið. Laun viðnám spólunar eða span viðnám spólunar. Sama hugtak. Ja, 2 hugtök yfir sama hlutin. Sem sagt 360 sinnum sínus af horni spólunar, 84,26. Sem sagt aðeins lægra, 358, aðeins lægra heldur en zeta spólunar. Og síðan hér, þá hérna finnum við hver hátt er sýndar viðnámið í rásinni. Getum við ekki fundið það út á 2 vegu? Við getum fundið það út frá heildarstraum og heildarspennu, ekki satt. Þannig að við getum borið það saman. En við getum líka gert það svona með Pýþagórsarreglunni, lagt saman raunviðnámin, bæði raunviðnám sem að var raðtengt við spóluna, pluss raunviðnám spólunar, RL. Það leggst beint saman í annað veldi, pluss launviðnám spólunar, XL, í aðra veldi. Og þá fáum við 459,97 ohm. Ef við segið, spennan, heildarspennan, hvað var hún? Deilt með 0,5. Hvað var heildarspennan í rásinni? Hún var 230 volt. Ef við segjum 230 deilt með 0,5, hvað fá út? Já, sjáðu hvað þetta er nálægt, 459,97, þetta er bara hérna aukastafir. Þetta er bara aðeins niður, ekki við sjáum gáið. Þetta? Nei. Ok. Og þá erum við sem sagt getum borið þessa útreikninga saman við bara heildarspenna deilt með heildarstraum. Þá fáum við heildarsetu, sem sagt sýndarviðnám allra rásarinnar. Síðan, hve mikið er fasvik í rásinni í heild, skiljið? Þá leggjum við saman raunviðnámið í spólunni pluss raunviðnámið sem er raðtengt og deilum með heildarsetunni. 460 ohmum. Og þá fáum við að þetta er 0,62 og við fáum, sem sagt, setjum það í kósinus fyrsta og fáum það bil 51 gráðu rúma. Já, en það eru nokkra leiðir til þess að finna út þetta. Við getum notað spennuna ef við veitum spennuna yfir raunviðnámið og raunspennuna yfir raunhluta sem sagt spólunar og deilum við heildarspennunni, þá getum við líka fengið sama hornið. Og svo er það spannstöðlin. Núna getið þið notað XL formúluna sem er 1000 pi sinnum F sinnum L og snúiðinni þannig að einangrið L-ið. Þá er L-ið, það er XL deilt með 1000 pi sinnum F og fáum 1,14 Henry. Ok, síðan það sem ég ætlaði að hefði kannski átt að byrja á að gera með ykkur, það er 2. Liður 2 hérna í þessu dæmi. Sjáumst. Spóla og raunviðnám eru hluttengt. Eða eigum við að bíða með þetta? Eigum við að bíða með þetta? Ef ég fara yfir þetta með ykkur og bara rétt að renni gegnum þetta af því að hér höfum við með hliðtengingu, hvað þýðir það? Það er sama spenna í rásinni. Hvað gilti með raðtenginguna? Þá er sami straumurinn, já. Hérna er mismunandi straumar en sama spenna. Og við ætlum að reikna út sýndarviðnám spólunar. Það RL er gefið og líka XL-ið. Virðist vera. Launviðnám spólunar, já, er 150 og RL-ið er 50 ohm. Þannig að raunviðnám mótstöðunar, þessar hérna, R-ið, er 200 ohm. Það er gefið.
Þannig að straumarnir, við reiknum þá út greinstraumana og síðan að bara teikna straumvektormynd. Bara æfa ykkur á því. Hvað vantar inn á þessa straumvektormynd? Viðmiðun. Já, að spennan sé viðmiðun. Aðeins lengri línu hérna og U. Það hefur gleymst. Og svo er bara fleiri liðir hérna. Það er bara þessi liður eftir, E og F. Reiknaðu fasvíkshorn spólunar og merktu það inn á straumvektormyndina. Og þá þurfum við að taka sem sagt, það er náttúrulega heildarstraumur spólunar í L sinnum kósinus af horni spólunar og hornið, það var, já, það þarf náttúrulega að finna það út vegna þess að við erum með hérna setu spólunar og við erum með RL spólunar. Þá getum við fundið út hornið, hérna 71,57 gráður. Það er bara sennilega ekki sýnt hérna allir þeir liðir, en það stendur síðan fyrir heildar straumurrásarinnar. Til þess að reikna hann út, þá leggjum við saman raunstraumana og launstrauminn sem við fengum hérna. Þegar tökum sínusin á horninu, sinnum straum spólunar í L, þá fáum við í XL launstraum spólunar. Hann setjum við hérna 1,38 í annaðveldi og þá fáum við að heildarstraumur rásarinnar er 2,12 ampere. Þannig að ég er búinn að sýna ykkur þá hérna lausnin á þessu í þessari upptöku og hérna er sem sagt heildar fasvíkshorn rásarinnar, það er reiknað út hérna. Cos mínus fyrsta af, það leggjum við saman raunstraumana í spólunni og raunviðnáminu og deilum með heildarstrauminum af því við erum búin að fá heildarstraumin hérna í rásinni. Það er myndin svo í D-liður. D-liðurinn var bara að teikna straumvektormynd í kvarða og mæla og reikna heildarstraum rásarinnar. Já, ok. Þá erum við búin að fara yfir þetta og þið getið þá klárað að reikna þetta heima.